Þið eru að horfa á Reykjavíkur fréttir, þátt borgarstjórnarhóps sósíalista hér á Samstöðinni. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og með mér í dag er Ásta Þórdís Skjaldal. Hún hefur verið að koma inn í starfi gegnum tíðina og svona leysa af og taka fundi hjá okkur, fyrir okkur í borgarstjórnarhópnum, en er núna að koma meira inn í starfið sem fyrsti varaborgarfulltrúi í kjölfar breytinga sem að hafa átt sér stað í borgarstjórnarhópnum okkar. Og svona í dag þá ætlum við bara svona aðeins að kynnast Ástu Dís betur og ræða hvernig starfið í borginni fer fram og hvernig það er skipulagt og svona fara aðeins yfir allir þessi mál svo þetta verða aðeins svona skiljanlegra og skýrara og svona ræða hvernig við sjáum fyrir okkur starfið í borginni. Það er sem sagt þannig að það eru 23 borgarfulltrúar sem eru kosnir inn í borgarstjórn og þetta eru kosningar sem að fara fram á 4 ára fresti og fóru síðast fram árið 2022 þar sem að það voru, það voru 11 framboð sem að buðu sig fram en fulltrúar frá 8 framboðum sem sagt stjórnmálaflokkum sem að komust inn. Og það fer eftir atkvæða magni hvað þú færð marga fulltrúa. Við fengum 2 við sósíalistar og þar með líka 2 varaborgarfulltrúa. Og það virkar þannig að fyrsti varaborgarfulltrúi er í rauninni á launum sem eru 70% af grunnlaunum borgarfulltrúa og svo oft eru svona alls konar auka greiðslur ofan á það allt saman. Þannig að það er svona litið á að fyrsti varaborgarfulltrúi sé á fullu með í starfinu. Og við ætlum svona að fara yfir hvernig þetta starf er í ráðum borgarinnar og svona hvernig við höfum því sem sósíalistar og við leggjum mikla áherslu á að vera í tengslum við fólki í borginni og heyra bara hvað er það sem að bæta og hvernig má gera það og ég veit að Ásta Dís hefur sjálf mikla reynslu af því úr hennar störfum en við ætlum að kynnast henni bara betur. Bara svo ég spyrja, hver er Ásta Dís? Nú, í grunninn er ég vestfirskur sveitavarkur, alin upp í sveit. Ég á eiginmann og við eigum 2 drengi og 1 stúlku. Ég dúksaði þessi skrifstofuteknir á sínum tíma og er viðurkenndur bókari og hef unnið sem slíkur. Og var einmitt að vinna sem viðurkenndur bókari þegar ég var annar varaborgarfulltrúi og það var ótrúlega flókið að vera í fullri vinnu og vera svo að hoppa inn í afleysingar þannig að þá gat maður ekki alveg gefið sér jafn mikinn tíma til þess að kynna sér öll mál til hlítar þannig að ég er mjög spennt núna sem sagt er ég eingöngu að vinna sem varaborgarfulltrúi og finnst þetta allt einhvern veginn svona nýtt og miklu meira spennandi fyrir vikið. Þannig að já, ég er bara mjög peppuð fyrir þessu. Ég kannski taka það fram að ég er búin að vinna töluvert í grasrótinni. Ég vann fyrir samtök sem að starfa gegn fátækt og gera þá á Evrópugrundvelli. Ég vann fyrir þau samtök í 10 ár. Og hér á Íslandi var ég sem sagt fulltrúi fólks í fátækt og var málsvari þeirra. Vann með fólki sem var að glíma við gríðarlega mikla fátækt og mætti í viðtöl til að tala þeirra máli vegna þess að ég hef þessa reynslu að alast upp í fátækt og ég veit líka af því ég er búin að vera þarna sjálf hvað það er erfitt fyrir þannan hóp að standa upp í eigin nafn og tala á meðan þau búa við jafn erfiðar aðstæður og það er að vera fátækur. Þannig að leið og mín staða var orðin svo að ég stóð ekki alveg á vestarstaðnum sjálf. Það var miklu auðveldara að tala og það miklu auðveldara að tala fyrir hóp fólks sem að þú hefur sömu reynslu og fólki sem þú ert að tala fyrir. Þannig að mér finnst að skipta gríðarlega miklu máli að þessi hópur hafi málsvara sem að styður við þær raddir sem þurfa að koma upp grasrótinni. Þannig að ég vona að þetta skýri betur hvaðan ég er að koma. Ég er gríðarlega sterka réttlætiskennd og hún hefur verið svona það sem stýri mér. En svo aðeins bara fátækt.
Finnst þér hafa breyst á síðustu svona 10 árum hvernig talað fátækt og hvernig og kannski hver að tala fátækt eins og í fjölmiðlum eða í samfélagsumræðu? Finnst þér tekur eftir einhverju svona breytingu sem átt sér stað gegnum árin varðandi þetta? Já. Þegar ég byrjaði í þessu starfi þá mátti ekki nota orðið fátækt. Það vildi enginn koma og tala undir þeim formerkjum að hann byggi við fátækt og fátækt var einhvern veginn svona stigma, það var bara, allir forðuðust þetta orð. Mér finnst það að hafa breyst að núna má tala fátækt, hún viðurkennd, en á sama tíma þá finnst mér staða fólks í fátækt ekki hafa breyst sem skildi því að þeir sem búa við fátækt, þeir hafa það verr og núna eru fleiri sem búa við fátækt. Það eru fleiri sem að glíma við erfiðleika sem voru það ekki áður og þar kemur inn í þessi húsnæðisskortur og fleiri atriði sem að valda því að bara kom fram í nýlegri skýrslu sem kom út núna í ágústlok. Það mjög sláandi hvernig staðan og já, mér finnst líka hafa breyst að það eru sem betur fer fleiri sem treysta sig núna til þess að stíga fram og segja þeir hafa kannski tilheyrt millistétt eða lægri millistétt og haft það ágætt en núna sé staðan og orðin svo að fólk ráði ekki við að reka heimili, sérstaklega ekki einstæðir foreldrar, bara ráða ekki við að reka heimili með öllum þeim kostnaði sem fylgir, jafnvel þó það sé ekki á lægstu tekjunum. Finnst þér þessi reynsla sem þú hefur sjálf og hafa einmitt starfað í grasrótinni og einmitt reynslan sem við höfum dálítið talað einmitt þegar ég kynntist ykkur fyrst í peppinu, myndirðu segja að það sé mikilvægt að hafa þessa reynslu sem borgarfulltrúi? Myndirðu segja að þetta sé eitthvað sem að þú svona nýtir í starfinu eða fer þetta tvennt ekki saman eða hvernig lítur á það? Mér finnst ég algjörlega nýta þetta í starfinu og ég sé í ýmsum málaflokkum og þá sé ég að það vantar oft þannig vinkil inn í umræðan. Fólk að vinna af heilindum af því að koma þessu framfæri og skapa og mynda samfélag sem við viljum búa í. En þegar vantar þennan vinkil inn í umræðina að þá virkar lausnin ekki. Þannig að það alveg sama hversu vel við ætlum okkur að skapa þetta samfélag. Ef við tökum ekki á þeim þáttum sem að valda vandanum, þá virkar lausnin einfaldlega ekki. Þess vegna sem skipta máli að rödd mín fyrir hönd þeirra sem að ég tala fyrir, að hún heyrist. Einmitt. Svo við svona einmitt förum aðeins inn í vettvanginn sem borgarstjórn að þá þetta þannig uppbyggt að það eru ákveðinir. Það voru 8 flokkar sem komist þarna inn með sinn fulltrúa og eftir kosninga þá gengið þá fara flokkarnir svona að ræða sig saman og tala við aðra flokka bara hverjir geta unnið saman, hvaða áherslumál höfum við og niðurstaðan var þannig að 4 flokkar mynduðu meiri hluta þar sé að hafa fleiri atkvæða bak við sig eða hærra hlutfall einhvern veginn, þetta fer allt eftir einhverjum svona reikningsaðferðum sem við fyrir kannski ekki ofan í hér en eru með þá meiri hluta bak við sig af fulltrúum og leggja fram ákveðin svona sáttmála og segja bara þetta eru málin sem við viljum leggja áherslu á þessu kjörtímabili sem þá 4 ár og svo þá minni hluti sem að dálítið svona einmitt hefur að hafa aðhald með meiri hlutanum og náttúrulega okkar hlutverk bara að benda á og gagnrýna á það sem að þarf að laga og svona komið lausnir að því hvernig að laga það en þetta einmitt svona starfið mjög svona stýrt út frá því svona meiri hlutin að hafa mjög mikil áhrif á í rauninni ákvarðanatöku innan borgarinnar þannig ég vildi kannski byrja að spyrja þig eitthvað sem að kom þér á óvart svona þegar þú byrjar að starfa í þessu og bara einmitt, gagnvart því kannski hvernig líka borgarbúar bara upplifa að borgarstjórn komist að niðurstöðu mál, hvernig svona upplifir þú það? Ég skal alveg viðurkenna, ég kom mjög græn inn í þetta borgarstarf og eitt af því sem kom mér á óvart hvað það virðist vera mikil binding í því að vera í meirihluta. Og mér finnst það eiginlega svona pínu ólýðræðislegt að því að mín ímynd var svo að þegar þú væri kjörinn að þá kemur þú bara inn og væri með þitt atkvæði, væri bara eitt atkvæða mann og síðan væri kosið og hvert mál fyrir sig
annarkvort fengi þá nægan atkvæðisfjölda til þess að vera samþykkt eða fjalli. En ég áttaði mikið alveg á því að með því hvað meiri hlutin bindandi að þá oft sem að hann heldur bara áfram með sín mál og binst einhverju samkomulagi þannig að það getur jafnvel verið þannig að skoðanir stöku borgarfulltrúa í meirihlutanum sé kannski ekki að kjósa með eða móti einhverju málefni með meirihlutanum. Það kom mér óvart. Það kom mér líka óvart hvað minnihlutin hefur í rauninni fá tækifæri til þess að veita þetta aðhald sem okkur ber að veita. Við við höfum ju ekki atkvæðafjöldan til þess að standa í þeim sem neinu nemur. Þannig að við notum tillögur rétt og við getum komið með fyrirspurnir og kynnt okkur málin og svo bókað í fundagerðum. En ef þú situr sem áheyrnarfulltrúi í ráði að þá áttu ekki einu sinni atkvæðaréttin. Og skiptingin á þessu sem fer inn í ráðin, þetta eru nokkuð mörg ráð sem og sem fulltrúi minnihluta þá eigum við ekki aðila í öllum ráðum. Þannig að við eigum ekki sjálfkrafa eitt atkvæði í hverju ráði fyrir þann aðila frá okkur sem situr í ráðinu. Þetta kom mér óvart. Ég veit ekki hvort það af því ég hafði ekki kynnt mér það sérstaklega eða hvort að þetta bara almennt ekki vitað út í samfélaginu. Að þetta flóknara heldur en ég reiknaði með og vægið okkar mætti stundum vera meira, finnst mér. En við höfum allavega tækifæri til þess að tala okkar máli og mér finnst alveg dásamt hvernig þú hefur og þeir borgarfulltrúar sem hafa starfað fyrir þennan flokk, hvernig þeir halda utan málin. Ég er mjög ánægð með það og ég virkilega hlakka til að starfa samkvæmt því og það einmitt þetta að fara svolítið í grasrótina þegar að uppkoma einhver mál sem að ég persónulega hef kannski ekki mikla þekking á að geta þá farið í grasrótina og fengið upplýsingar þaðan, hvernig kemur þetta mál til með að snerta á þér og þínu lífi, hvaða áhrif hefur þetta fyrir þig og þína fjölskyldu og geta komið með umsögnuna beint úr grasrótinni inn í þetta starf, það finnst mér alveg ómetanlegt. Ég sammála því. Og einmitt eftir öll þessi ár í borginni að þá svona ýmislegt sem maður veit ekki alveg 100% hvernig virkar að því að þetta alveg mjög þetta risa stór skógur eða þetta kom með þá myndlíkingu. Já. Einmitt, við ætlum aðeins að nefna bara aðeins að fara yfir líka bara hvernig starfið virkar í þessum ráðum eins og við getum gert eins og varst að segja við erum ofta að koma fram með tillögur mál og erum þá að leggja til að eitthvað verði gert og svo það mismunandi stundum kosið strax þá tillögu, hún lögð fram og það kosið, bara hver styður þetta, hver ekki, stundum kannski kemur meiri hluti inn með einhverja breytingar, bara við erum til að styðja þetta eða þú breytir þessu svona, þannig að það er kannski stundum verið að ræða sig niður og niðurstöðu, mjög sjaldgæft í okkar tilfelli en það hefur gerst. En svo stundum eru mál tillögur til að lögð fram og henni frestað, það eitthvað sem við þekkjum. Við kannski leggjum fram tillögu í einhverju ráði sem við eigum sæti í, það eru svona jafnaði, oftast eru 7 borgarfulltrúar í hverju ráði, í þessum svona helstu ráðum þá eru 4 frá meirihluta og 3 frá minnihluta og oft sem að við leggjum fram einhver mál, þeim frestað af því að þá þarf einhvern veginn að skoða máli betur, kannski þarf að fá umsögn frá einhverjum sem þekkir nánar til málsins eða eitthvað þannig, en við höfum lent í því að málin sé bara ítrekka frestað í marga mánuði. Og við erum kannski við förum aðeins yfir ráðin, við eigum fulltrúa í borgarráði og það er svona mikil keisla, fundar eiginlega alla 50 daga. En heldur að allir þekki munin á borgarstjórn og borgarráði? Nei, ég held ekki heldur. Einmitt. En samkvæmt þessu þá borgarráð fer með ásamt borgarstjóra, framkvæmda og fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Og það eigum við 1 fulltrúa með 1 atkvæði. Borgarstjórn í rauninni, við erum í borgarstjórn
en svo eru borgarstjórnarfundir sem eru svona oftast tvisvar sinnum í mánuði og það er þá einu vettvangurinn þar sem allir 23 borgarfulltrúar koma saman og eru sem sagt, þetta er svona málstofa þar sem við erum að leggja fram mál annarkvort umræður eða tillögur og þetta er líka opið þannig að það er hægt að fylgjast með þessu í beinni eða eftir á YouTube sem sagt, heimasíðu borgarinnar og það er í rauninni einu vettvangurinn þar sem að öll borgarstjórn kemur saman. Já, og einu vettvangurinn sem að íbúar borgarinnar hafa til þess að fylgjast með ferlinu öllu. Sem sagt, sjá dagskrána, fylgjast með fulltrúunum sem sagt, í beinni, tjá sig og lesa svo fundagerðirnar, þannig að En í öðrum ráðum að þá fer þetta fram bak við lykta dyr, það er ekki allir borgarfulltrúar sem sitja í þeim ráðum og það er svona trúnaður mál og birtist bara eftir á í rauninni í fundagerðum hvað var á hvað að gera. Svo erum við með fulltrúa sósíalista í mannréttinda og ofbeldisvarnaráði. Þú hefur aðeins verið með innkomu þar, ekki, Ástadís? Þú hefur setið fundið þar fyrir okkur og svona hvernig, en svo er þetta sko ólíkt eftir ráðum, oftast eru kjörnir fulltrúar, en stundum eru fulltrúar frá einhverjum svona hagsmunasamtökum. Og ég veit ekki hver reglan er sko varðandi af hverju það er í sumum ráðum og öðrum ekki, en það eru þannig fulltrúar að það ekki mannréttinda og ofbeldisvarnaráði. Jú, það er góð samvinna við lögreglu, við landlækni, Stígamót og Bjarkarhlíð og þau koma þá reglulega á fundi og hafa sitt að segja þau málefni sem að koma þar á borð. Mannréttinda og ofbeldisvarnaráði er náttúrulega fyrst og fremst að hugsa mannréttindi íbúa borgarinnar og margt sem kemur þar inn sem að vísu gildi trúnaður en það er ríkigóðir andi í þessu ráði, það er svona allir samstíga að taka vel á málum og það er ekki jafnrétti, þannig að við eigum þar eitt atkvæði sem að skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að ég hef mjög góða reynslu af að sitja í því ráði. Síðan er menningar, íþrótta og tómstundaráð. Þar eigum við ekki beinan fulltrúa, við eigum þar varafulltrúa. Þannig að við höfum lítið komið að vinna við það ráð. Þannig að og svo er það skóla- og frístundaráð. Það starfar með aðkomu fulltrúa frá skólum og leikskólum borgarinnar. Og það er mjög mikilvægt að það séu fulltrúar frá, það meira segja fulltrúi nemenda. Þannig að ég er mjög hrifin af því að við séum með virka notendur inn í svona ráðum sem að geta komið þá með aðra sín á málin. Heldur en að það sé bara alltaf svona eins og yfirleitt hort niður á vinnuna sem sagt ofan frá. Þannig að mér finnst það mjög gott. Er ekki líka fulltrúar úr skólasamfélaginu og sem sagt foreldrasamfélaginu? Jú, það er jú, það foreldrar líka. Leikskóla, byrjum við, var það ekki foreldrahópur leikskólabarna sem er með fulltrúa, minnir það sé þannig í skólafrístaráði? Og já. Það er eiginlega ánægilegt hvað það eru margir fulltrúar einmitt frá þessum ólíku hópum í skólafrístaráði. Og við sósíalistar höfum verið að tala að það ætti að skoða þetta í öðrum ráðum. Þú veist, eðlilegt til dæmis eins og ég sit í velferðarráði sem að er að fjalla mitt ýmislegt varðandi húsnæði, félagslegt leiguhúsnæði, sérstakann húsnæðisstuðning, alls konar svona umsóknir sem að sjáum að veita stuðning við íbúaborgarinnar eins og fjárhagsaðstoð og þá höfum við verið að tala svona fyrir því býtum við ekki eðlilega þetta væri fulltrúi leigjenda, fulltrúi einhverja sem að þá er að nota fjárhagsaðstoð að því þú veist þetta eru þeir aðilar sem að þykja þjónustuna, vita hvað það er sem þarf að laga og hvernig. Já. Og það er einmitt grunnhugmyndin með því sem er kallað virkt notendasamráð. Það er að fulltrúar þeirra sem nota þjónustuna geti haft sitt að segja og fyrir utan hvað það er gott að fá þá innsýn inn í málin að þá er það líka afskaplega valdeflandi fyrir fólkið að taka þátt í svona starfi að finna að það á rödd og það má nota hana og það er eitthvað sem hlustar á það
og tekur tillit til þess sem að þeirra sína sem þar kemur fram. Þannig að það líka mjög valdablandi inn í umhverfi þessa fólks. Mér finnst líka það sem að besta ráðið sem ég hef fengið áður en að ég eða svona eiginlega leið og ég var borgarfulltrúi að vera sko með annan fótinn fyrir utan ráðhúsið. Þannig að sko ef maður svona mikill samviskupenni eins og ég þá getur maður aldrei glemt sér í að reyna að lesa öll gögn sem að eru fyrir fundi og við fáum þessi gögn oft með skömmum fyrirvara þegar við jafnvel sitjum á öðrum fundum og erum að taka þátt í þeim en viljum samt mæta undirbúin á næsta fund sem daginn á eftir að maður getur aldrei glemt sér í að vilja vera bara undirbúin og búin að lesa allt sem getur verið mjög krefjandi, sérstaklega ef langa kynningar eða skýrslur eru að ræða. Þannig að það er svo mikilvægt að vera bara, þú veist, með annan fótinn eða jafnvel daldið svona fyrir utan í rauninni þetta þessa fundahalda stemmingu og vera bara með í virku samtali og samskiptum við fólki í borginni til að fá innsýn inn í bara hvernig hlutinir eru raunverulega og það er í rauninni það dýrmætasta og svona besta þekkingin sem að getur komið með síðan inn í ráðhúsið og flutt í rauninni raddir þeirra sem að eru að berjast gegn óréttlætinu inn í ráðhúsið. Algjörlega sammálaðir. Þetta bara alveg bráðnauðsynlegt. Það mikill erill að sitja í mörgum ráðum og taka þátt í þessari vinnu og ég vil fundi þar núna undanfarið en mér finnst þetta samt svo áhugavert að því að ég brenn fyrir fullt af málefnum og stýris svolítið af minni réttlætiskennd. En þú þarft að vera svolítið fljótur að skilja hismi frá kjarnanum. Átta því á því hvar þyngdin í málinu liggur og frá mínu sjónarhorni þá liggur hún mjög oft í grasrótinni. Hjá þeim sem að nota þjónustuna, þar eru vægi sem þarf að komast inn. Þannig að mér finnst þetta bara alveg rétt hugsa hjá þér að hugsa þetta út frá því að vera með einn fótinn fyrir utan og einn fótinn fyrir innan. Mitt og svona þessi fína lína vilja kynna sér allt svo að fara ekkert fram hjá manni en samt að eiga nægan tíma og kraft til að geta bara verið virkilega í góðum samskiptum við fólki í borginni og þú þekkir þetta dálítið, við erum einnig með fulltrúi umhverfis- og skipulagsráði en sem sagt áheyrnarfulltrúa sem þýðir að þá ertu í rauninni ekki fullgildur fulltrúi sem má kjósa málin en það má tjá sig um þau. Já, en það má tjá sig um þau og þetta sem sagt svo ég bara skjóti því inn að þá sem sagt þegar við komum inn í borgarstjórn 2018 að þá sem sagt var verið að gera breytingar og það var alltaf þannig að ef þú náðir ekki að komast inn í einhver ráðborgarinnar þá gastu tilnefnt áheyrnarfulltrúa í öll þau ráð þar sem að þú fékkst ekki sæti. Þannig í rauninni höfðu fulltrúar allra flokka aðkoma öllum ráðum, svona mismikið, en þetta var svo tekið af með breytingum sem að voru kynntar 2018 og svona með frekar aðkomi þá fyrst að vara borgarfulltrúa sem var hugsað litið svo á að ætti að vera meira virkur í starfinu en þú veist þetta er eitthvað sem við hefum líka alveg verið að svona gagnrýna með aðkomi að ráðum og nefndum og geta séð upplýsingar, þú veist það er mikill munur að geta séð upplýsingar þegar það verið að fjalla þær en ekki eftir á þeirra búið að taka ákvörðun en það er sem sagt í einhverjum svona ráðum þar sem það er tryggð aðkoma allra flokka, ef þeir eru þá ekki fullgildi meðlimir þá eru þeir áheyrnarfulltrúar. Það er alltaf gríðarlega erfitt að geta lagt sérst að mörkum að fá eitthvað vægi inn í mál í ráði ef þú hefur enga aðkomu að ráðinu. Það koma að vísum fundagerðir og fundagerðir fara fyrir borgarstjórn og þurfa að vera samþykktar þar en glugginn sem þú hefur er svo lítill. Þannig að þú þarft þá að hafa tækifæri til að kynna þér fundagerðirnar og kafa aðeins í allt í þeim mál sem að tekin eru fyrir í þeim fundagerðum. Af því þessi litli gluggi sem þú hefur, þú þarft þá að grípa hann strax til þess að fá einhverjar upplýsingar. Ef það er eitthvað sem að þú séð sem að þér finnst athugavert eða vanta innsýn notanda eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta eru svolítið margir boltar að halda á lofti og þú ert að vera rosalega vel vakandi fyrir öllu svona. En það þýðir líka að þú þarft að lesa allt. Og þetta er ekkert lítið af gögnum. Og oft sem að fundagerðir eru lagðar fram bara svona til kynningar en það er búið að samþykkja hlutina en stundum er dregið eitthvað sérstaklega út úr fundagerð og óska eftir því að öll borgarstjórn samþykkja það er bara svona dálítið misjafnt kannski líka hvenær það á við.
Já, og það kom alveg fyrir mál sem að hérna maður samvisku sinna vegna treysti sér ekki til að samþykja, jafnvel þó maður viti að meiri hlutin muni samþykja það og máli muni fara í gegn. Þá hjáseta, finnst mér mjög mikilvægur þáttur til að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri, að við sósíalistar treystum okkur ekki til þess að samþykja þetta, þó svo að meiri hlutin samþykja það og það fari í gegn sem eitthvað ákveð. Eins og stundum eitthvað kannski gott í einhverju máli en eitthvað líka slæmt, þannig að maður kannski styður þetta svona smá, þannig að þá eins og segir, þá er maður ekki að fara styðja 100% með jái, en kannski ekki, en svo við líka bara að vera á móti einhverju sem ég finnst alls ekki nóg gott. Já. Þannig að já, svo eru þarna fleiri ráð, en við erum ekki með fulltrúa í þeim öllum. Nei. Gætirðu nefnt dæmi svona þau? Það eru fjölmenningarráð, það eru fulltrúaráð samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, það er innkaupa- og framkvæmdaráð, svo eru íbúðaráð fyrir hérna öll hverfi í borginni og það eru pólitíski fulltrúar í þeim, þessar kjörni fulltrúar í þeim ráðum, íbúðaráðum, ásamt íbúum af staðnum. Svo eru hjúkrunarheimilisráð og öldrunaráð. Þannig að hérna þá eru sem sagt hérna væntanlega bara meiri hlutin og sjálfstæðismenn sem eiga fulltrúa í þessum ráðum, ef ég skil það rétt. Það fer alltaf eftir svona hver setur sér saman að lista til að komast inn í ráð og stundum að koma minni hluta flokka inn í því og svona allir gangur í rauninni á þessu. Já. Þannig að já, þetta eru svona þemaskipt ráð eftir í rauninni verkefnum innan borgarinnar, velferðarmál, umhverfis og skipulagsmál. Þar er eins og til dæmis fjallað almenningssamgöngur, einhverju leyti uppbyggingu húsnæðis og svo mannréttindi og ofbeldisvarnir og svona þetta er dálítið svona þemaskipt, en svo er þetta skarast ýmislegt af þessu og hérna ýmis mál sem við erum að hérna fjallum. Já, hérna mörg þeirra mjög áhugaverð, eins og hérna nú er ég búin að sitja í umhverfis- og skipulagsráði, þar er hérna teknar ákvarðanir alskipulag borgarinnar sem segir til hvað má gera á hvaða svæði, hvar má byggja og hvernig má byggja. Það er til dæmis að mínum mati mjög áhugavert, þó að deili kannski ekki allir þeirri skoðun. Þannig að þetta eru svona mismunandi þættir í hverju ráði fyrir sig. En með þessu erum við að skapa ákveðna ásýnd borgarinnar og fara að reglum í samræmi við skipulag á hverjum stað. Það eru mörg stórmál í gangi núna sem að hérna þétting byggðar og breytingar á aðalskipulagi og samgöngusáttmálin eins og segir. Þetta eru nokkur stór atriði sem er í gangi. Og svo hérna komum við líka að því að samþykkja ársreikninga og hérna fjárreiður borgarinnar. Það var kynntur ársreikningur núna á dögunum fyrir árið 2023 og ársreikningurinn þýðir bara að þar er skjal sem að fer yfir stöðuna, bara hérna hvernig er rekstur borgarinnar að koma út, er hann sem sagt í halla eða ekki, og í halla þýðir bara að vera í mínus. Og samkvæmt þessu reikningi sem var lagður fram fyrir árið 2023 að þá er niðurstaðan sem sagt jákvæð, sem sagt ekki mínus. Og hérna svo ég vitni í orð borgarstjóra Einars Þorsteinssonar, þá hafði hann meðal annars þetta að segja stöðuna. Þessi niðurstaða sýnir að þær aðhaldsaðgerðir sem við höfum ráðist í er að skila miklum árangri, tilvitni lýkur. Og sko aðhaldsaðgerðir sem við talum aðhald, aðrir talum niðurskur sem er réttara að nota í þessu efni. Það eru þetta ýmislegt sem er hægt að sem er bara eðlilegt að skera niður í, sem er svona ekki nauðsynlegt og ekki mikilvægt kannski með aðra þætti sem borgin er að bjóða upp á. Og ef við skoðum bara nokkra aðgerðir sem að hefur verið farið í undanförnu, þá hefur verið skorið niður á stöðum þar sem maður sá ekki svigrúm til þess og þá var til dæmis fyrir árið 2023 ákveð að skera niður í tækjapotti skóla- og frístundasvið sem helming, það er að segja 50 milljónir í 1 ár og þessi tækjapottur er sem sagt vegna endurnýjunar tækja og áhalda í leik- og grunnskólum.
og með við það sem maður hefur heyrt mitt frá leikskóla starfsfólki og þeim sem eru í grunnskóla gegnum tíðina, þá var nú ekki svigrúm til þess að vera að skera niður þarna. Nú opnunartími í félagsmiðstöðum fyrir ungmenni var styttur og þar sem að skóla- og frístaráð, sem sagt þá meiri hlutin í skóla- og frístaráði, samþykti að stytta eða ákvað það stytta opnunartíma félagsmiðstöða korter 2 í viku á mánudögum og miðvikudögum og þetta var sem sagt gert til að hagræða í rekstri eins og það nefnt og borgin sé að spara þarna rúmlega 11 milljónir og ég meina að vera að kroppa í svona þjónustu sem mikilvæg fyrir börn eins og við sósíalistar sjáum þetta, þá mun það enda með að kosta til lengri tíma litið af því það þetta dýrt að vera að skera niður í mikilvæga þjónustu og tala nú ekki fyrir ungmenni, fyrir börn hefur verið mikil umræða börnin í samfélaginu, forvarnagildi, alls konar svona félagsstarfs og svona mikilvægt að halda þessu gangandi. Sérstaklega á tímum þar sem að ofbeldi í samfélaginu að aukast og þá held ég að það sé hluti af því sem að hefur forvarnagildi að vera ekki að skera niður í þessu. Og það eru stundum svona mál sem komi upp eins og ef við skoðum aðeins bara stöðun á þess ári, fjárhagsstöðuna, þá sast þú sem sagt skóla- og frístaráðs og við erum sem sagt með ungmennaráð líka sem að starfa koma með hugmyndir að málum fyrir borgina og það var ein tillaga þar sem fjallar sem sagt hvað það var opnunartími félagsmiðstöða og voru svona ýmsar tillögur sem að komu í rauninni frá ungmennum og ég er að reyna að rifja þetta upp að það var sem sagt nýlega lögð fram sem sagt tillaga að halda, maður nú sjá. Sko eina tillögunum sneri einmitt að þessu korteri sem að þær eru að loka fyrir þarna félagsmiðstöðunar almennt. Það kom fram tillaga frá ungmennaráði að lengja opnunartíman aftur vegna þess að þetta skipti þau máli. Þetta gæfi þeim tækifæri til þess að ná betur saman og stuðlaði að félagslegum vexti hjá þeim. Síðan var önnur tillaga sem að sneri að félagsmiðstöð í Öskju sem í Klettaskóla. Já, að þar bara ein kvöldopnun í viku og þeim fannst að það bryti á jafnræði að sá skóli hefði bara opið einu sinni í viku og vildu sem sagt að það yrði 2 kvöldopnanir. Þarna erum við að ræða hóparna sem á kannski ekki sömu möguleika á öðru félagsstarfi og börn í öðrum skólum og þeim fannst þetta bara mjög óréttlátt krökkunum í ungmennaráði og það var mjög sárt að þetta skildi ekki ná fram að ganga vegna þess að þetta var svo sannarlega tillaga sem að ég studdi. Ég átti þarna atkvæði á þessum fundi en vegna niðurskurðar og þá var ekki til fjármagn til þess að samþykkja þessa tillögu. Þannig að það var erfitt að horfa á krakkana og sjá þessa tillögu ekki ná fram að ganga. Og ýmislegt sem við erum að sjá núna eins og í sumar að þá voru bókasöfn lokuð yfir sumartíman og svona rök meiri hlutans voru, já það verður nú alltaf eitthvað bókasöfn opið en þú veist talandi að efla þjónustuna í nær umhverfinu að þá getur það skipt svo miklu máli að þú getur treyst á þjónustuna nálægt þér og þetta kannski oft eini staðurinn jafnvel sem fólk að fara á svona til að eiga einhverjum félagslegum samskiptum eða svona staður sem það treystir mjög mikið á og það kom þarna svona tímabil þar sem var lokað í sumar þannig að svona ætlast til þess að fólk sé að fara dálítið lengri vegalengdir til að komast á bókasafn. Svo hefur umræða lokanir í sundlaugum borgarinnar, loka fyrir á kvöldin, loka fyrir helgar og svona þetta sett í samhengi við forvarnagildið sko. Þetta kannski einn af fáu stöðunum bæði bókasafn og sundlaugar þar sem að við erum ekki með þetta blessaða tæki alveg ofan í því og erum bara að tala við
næsta, við talaðum manneskinu hliðina okkur, kannski meira. Ég bókasöfnin bjóða líka upp á svo margt. Það er ekki bara lestur, en það er alveg ákveðin svona félagskapur og samkennd í því samfélagi sem að þar skapast og börn eru ju velkomin þangað og ég held að það sé mjög mikilvægt að geta boðið upp á að þar eigi börnin þetta athvarf og við viljum ju auka lestur bóka þannig að já, sem bókaormur og aðlæta á bækur að þá finnst mér þetta skjóta svolítið skökk við. Og við viljum endilega bara heyra frá íbúðum borgarinnar eða starfsfólki borgarinnar eða bara þeim sem andum borgina ef það er einhver ábendingar eða það er eitthvað mál sem við ættum að skoða betur og við ætlum líka að minna á að borgarfulltrúar eru með viðtalstíma alla mánudaga í Bólholti 605 Reykjavík frá 13:30 til 14:30 og það er hægt að koma við og það er alltaf velkomin. Já. Er eitthvað meira sem við vildum fara yfir í dag sérstaklega? Ekkert segir mann eftir en mér finnst bara að skipta svo miklu máli að fólk hafi samband ef að það finnur að einhverju sé ábótavant eða eitthvað sem þarf að bæta úr þannig að við getum komið því á framfæri því að saman sköpum við betri borg og það er engin einn sem getur allt en allir geta eitthvað. Já, og þá verða loka orðin okkar að þessu sinni. Takk fyrir að vera með okkur í dag. Við kveðjum héðan Sanna Magdalena Mörtudóttir og Ásta Þórdís Skjaldal.